Já, það nú þessi hérna gamla Big Sleep eftir Raymond Chandler. Ég hef aldrei skilið þessa við mig eftir að ég fann hana upp á hálofti í afa mínum þegar ég var 13 ára gamall. Og þetta grundvallarrit í reyfarafræðum og þegar ég vil slaka á þá les ég reyfara. Og svo þetta nú líka sú bók sem hefur kannski haft mest mótandi áhrif á mig. Ég held ég að vera 11 ára þegar ég sá Big Sleep í sjónvarpinu svarthvíta og hún ekki að koma eitthvað fyrir mig þá sem hefur alltaf setið í mér og svo finn ég þessa bók 2 árum seinna og stautast í gegnum hana og þessi bók hún gerði mig að svona frekar andfélagslegum einfara, reykingamanni og drykkjusjúklingi og ég eiginlega bara Chandler frekar þakklátur fyrir það allt saman, hefur nú ekki viljað fara í gegnum lífið án þess. Þetta svona, þessi bók mér jafn mikilvæg og biblían biskupnum. Og svo það ófétnaðan Láki, jarðálfur, svona með Móla flugustrák, þá held ég að Láki, þetta þær bækur sem ég man fyrst eftir úr æsku. Og því ég bý í kössum, þá nú engin móli hérna, þannig að við tökum bara Láka. Ætli hef ekki keypt þessa bók allavega 4 sinnum, ég á 4 börn, frá 18 til 1 árs og Láki hefur alltaf slegið í gegn. Og þetta svona þegar ég var yngri, þá fannst mér þetta voðalega fallegt að maður gæti svona breytt sér orðið góður, en svona eftir því sem ég hef elst að þroskast, þá held ég að vanti part 2, þar sem að Láki fer aftur í sama farið, þegar lengi býr að fyrstu gerð. Art of War, þetta hérna, rúmlega 2000 ára gamall kínversku texti herkænsku og stríðsrekstur. Og ég svona frekar paranoid einstaklingur og sé óvinni í hverju horni, sé blika á hnífsblöð, það sem framsóknargenin í mér. Þannig að þegar maður les þessa bók, þá maður alltaf svona allavega 2 skrefum á undan andstæðingunum, ímynduðum eða raunverulegum. Og þegar ég skildi við eiginkonum nú nokkrum árum, þá þurftum við náttúrulega að skipta bókunum, en þurftum ekki að rífast Art of War, svo það kom í ljós að við áttum hvort sitt eintakið, þannig að það var kannski ekki skrítið að þetta fór eins og það fór. Svo það þessi, Öreindirnar eftir frakkan Michel Houellebecq, alveg dásamleg bók, aðalega því hún svo ógeðslega ljót og grimm. Þetta bara breiðsíðu árás á mannkynið og hvað við erum firrt, spillt, heimsk og vitlaus. Og hérna svona, útgangspunkturinn held ég hann maður að sá, hann hefur ágjörð því höfundurinn að við erum svo mörg hætt að finna einhverja tilfinningar þegar við stundum kynlíf. Þetta orðið svo mekkanískt og vélrænt allt saman. Og þetta sem sagt 2 bræður sem eru skemmdir eftir að hafa alist upp hjá einstæðri móður sem var bölvuð glíðra og hippi. Annar kynóður en hinn hálf kynlaus. Og þetta bara svo flott, bara ruddaleg árás á okkur. Alveg vekur fólk umhugsunar. En samt hún óttalega gamaldags í sinni gagnrýni kannski. Það óttalega svolítið úldið að kenna alltaf hippunum, sundrungu fjölskyldunar, mömmunni og kapitalismum, allt sem aflaga fer, en þetta frábær bók. Og svo uppáhalds ljóðskáldið mitt, Ísak Harðarson. Ég ætlaði að nefna sérstaklega Ræflatestamentið, en því ég bý í kössum, þá hún ekki við hendina, en það líka fínt að fá bara heildarsafn verkans fyrir nokkrum árum. En Ísak var manni alveg ómissandi í menntaskóla, þá var hann svona haldreip okkar strákan og ég man alveg eftir mörgum partíum sem enduðu þegar menn voru blindfullir og farin að lesa Ísak og greina hann. Og svo mikill uppreisnarmaður, hann nú róast heilmikið með árunum. En hann ennþá samt uppáhalds skáldið mitt og ég leita oft til hans. Svo það þessi, þetta stórmikilvæg bók The Satanic Bible, Satans biblían, eftir fábjánan Anton LaVey sem stýrði lengi, var æðsti páfi Satanskirkjunnar í Chicago. Og ég nú lengi djöfladýrkandi og finnst nú satanistar að vera ákaflega svona umbunavert líðandi. Þeir eru svo fastir innan kristinnar kenningar, það finnast þeim geta gert að snúa kross á hvolf. En þetta alveg óbúslega skemmtileg bók, þetta þú segir að vera sjálfsjálfarbók. Þetta svona svolítið vera að hvetja okkur til þess að gangast bara við dýrun í okkur. Til að segja ykkur slærmann, þá var náttúrulega galið að rétta fram hinvangan, maður náttúrulega kýlur á móti, til dæmis það. Þannig að þetta svona skemmtilegstur. Ég man líka alltaf eftir lítilli frétt í einhverju dagblaði nokkrum árum þar sem að maður var tekinn í mál og menningu við Búðarhnupl og var með 5 svona bækur inn á sér.
og brást inn vesti við hann var ekki að stela, hann var bara að fjarlægja þennan ósóma úr hillum búðarinnar. Svo þetta líka svona kannski í ljósi umræðunar, þá mjög gaman að hann sem sagt þessi LaVey bjánið þarna, hann var orgelleikari og sem sagt spilaði orgel í kirkju og svo var hlutastarfið þess að spila á píanó í hóruhúsi. Og hann sá sem sagt alltaf sko fínu broddborgarnir sem kom í kirkjuna, þeir voru svo mættir á hóruhúsi, þannig að þetta svona, hann skýtur svolítið á tvöfalt síkjaði. Sjálfsjálfarbók.